Sælt verið fólkið, verið hjartanlega velkomin. Á meðan fólk að koma sér fyrir, þá ætlum við bara að hefja leika með hjartamöndru. Hver sá sem kannana má taka undir. Því við erum hér að sameinast í hjartaorkunni, kærleikanum og reyna að senda hann út. Þetta er mantran Om Namo, en við reynum að sýna biðlund og meðan fólk finnur sér sæti og við erum duglega að benda á laus sæti fyrir fólk sem er svona týnt og vafrar hér Ég kannski byrjaði þetta á lítilli sögu. Í gær fór ég á læknavaktina og það voru 50 aðrir á undan mér og ég fylltist þakklæti fyrir að hafa aðgang að læknavaktinni með son minn sem var með eyrnabólgu. Það er ekki sjálfsagt mál.
They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva Om. Nothing's gonna change my world. Oh, nothing's gonna change my world. Oh, nothing's gonna change my world. Oh, nothing's gonna change my world. Images of broken light which stands before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva Om. Nothing's gonna change my world. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Oh, nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva Om. Nothing's gonna change my world. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Oh, nothing's gonna change my world. Jai Guru Deva. 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 Kæru gestir, verið velkomin í Háskólabíó. Það heyrist ekki í mér. Það heyrist ekki nóg. Þá leyfi ég tæknifólkinu að stilla hljóðið í mér meðan ég held áfram að tala og heyrist betur núna kannski.
Já, líka þeir sem eru aftast, þeir heyra kannski ekki að ég sé að spyrja. Ef þið eruð aftast getið þið veifað og heyrið í mér. Já, æðislegt. Stórkostlegt að sjá svona marga hér í dag. Það eru ennþá stök sæti eins og hérna fremst, hérna í miðjunni á öðrum bekk ef einhverjir vilja setjast. Það er líka held ég laust þarna aftast, er það ekki? Þannig að, já, ef þið viljið, þið sem standi hérna í tröppunum, ef þið viljið fá okkur sæti, þá hérna, af því að það er ennþá líka fólk að streyma sem að mun koma inn. En ég heiti Steiney Skúladóttir, ég ætla að vera fundarstjóri hér í dag. Bara takk Félag Ísland-Palestínu fyrir að fá mig í það. Bara algjörlega það minnsta sem maður getur gert í þessu ótrúlega, þú veist, ég á ekki einu svona orð yfir það hvað þetta ástand er. Þetta er bara þessu ömurlega, hræðilega, ógeðslega ástandi. Það er sem sagt Félagi Ísland-Palestínu sem stendur fyrir þessum fundi og það er einn af fjölda mótmælendafundum sem að þau hafa staðið fyrir síðustu vikur gegn þeim hryllingi sem nú dynur á palestínsku þjóðinni og við almenningur höfum fylgst með í fréttum, fullkomlega dofin og maglaus. En við getum lagt okkur af mörkum, meðal annars með því að vera hér saman í dag og við erum ekki ein í heiminum. Í gær, 4. nóvember, voru fjöldamótmæli allan heim til stuðnings Palestínu, meðal annars í París, Berlín, London og Washington. Þar sem 20.000 manna létu í sér heyra með kröfuna tafarlaust vopnahlé á Gaza. Þið sáuð örugglega þegar við varum að koma inn og sjáðu líka að þið lítið í kringum ykkur hérna í salnum að það eru á við og dreif sjálfboðaliðar sem eru með neyðarsöfnunarbauka og allt fé sem safnast í neyðarsöfnunni fer til samtaka sem Félagið Ísland-Palestína styður og þau samtök eru Aisha, góðgerðarsamtök á Gazasvæðinu fyrir konur og börn, PCRF, Palestinian Children's Relief Fund, hjálparsamtök á Gaza sem veita börnum heilbrigðisaðstoð, Not to Forget Women's Society í Jenin, hjálparsamtök sem aðstoða flóttakonur og börn í Palestínu og svo Women's Study Center, samtök sem beita sér fyrir menntun kvenna í Palestínu. Þannig að endilega styrki það í þessu góða, fallega landi sem að hefur það svo ótrúlega, við höfum það svo ótrúlega gott. Það er það minnsta sem við getum gert. Og þetta kemur frá mér, þetta er ekki frá Félagi Ísland-Palestínu. Það eru til sölu bolir, barmerki, bækur, palestínskir klútar framleiddir í Hebrón og Vesturbakkanum, einnig veski, buddur, armbönd, búnar til af konum á Gaza. Allur ógáðu sölunar fer í starf félagsins Ísland-Palestínu og það eru líka fleiri fundir fyrirhugaðir á næstunni. Það er sem þetta á þriðjudag, þá verður mótmælafundur fyrir utan ríkisstjórnarfund á Tjarnargötu. Mótmælafundurinn verður klukkan 9 og svo á fimmtudag klukkan 5 fyrir utan bandaríska sendiráðið. Bandaríkin sko. Og svo getum við fylgst með á Facebook. En það var, fyrst var söngfélagið sem söng Across the Universe eftir John Lennon og Paul McCartney. Þau tóku líka einhverja vísu sem ég er ekki með skráð hjá mér, hvað heitir, sem var mjög falleg. Vitið þið hvað hún heitir? All Momentra. Næstu því. Og það var Arnmundur Ernst sem var forsöngvari og söngfélagið sem söng. En við skulum byrja þennan fund og fá fyrsta
mann í púlt og það Hjálmtýr Heiðdal, formaður Félag Ísland-Palestínu. Við skulum gefa honum gott klapp. Takk fyrir að koma, svona mörg. Hér erum við vegna þess að við styðjum mannréttindi og viljum láta það berast. Við mótmælum því hvernig ríkisstjórn Íslands hefur fallið í kórinn sem fordæmir Hamas einhliða, en fæst ekki til þess að fordæma árásir og morð Ísraelshers. Ríkisstjórnin hefur orðið okkur til skammar á alþjóðavettvangi og utanríkisráðherrann kóráðnaði skömmina við orðhengilshætti á vettvangi Norðurlandaráðs. Vestræn stjórnvöld hafa beðið siðferðilegt skipbrot. Fjöldamorð hins grimma hers Netanyahu og fasistana sem skipa hans ríkisstjórn fara nú fram af fullum krafti undir slagorðinu Ísrael hefur rétt til að verja sig. En hvað verið að verja? Áratuga hernám og kúgun á þjóð Palestínu, landrán, morð, aftökur og fangelsun án dóms og laga. Hver hefur rétt til að verja slíka glæpastarfsemi? Vestræn ríki slá skjaldborg þjóðernishreinsanir, skaffa vopnin og veita pólitískt skjól fyrir menn sem segjast eigi höggi við skepnur í mannsmynd. Við mótmælum og við segjum: setjið Ísrael stólinn fyrir dyrnar, beitið Ísrael refsiaðgerðum svo lengi sem Ísrael fer ekki að alþjóðasamningum mannúð og mannréttindi. Hvað getum við gert? Við skulum skora á íslenskt íþróttafólk og félög þeirra og íþróttasambönd, samtök launafólks, samtök listafólks og íslensk fyrirtæki að hefja sniðgöngu gegn Ísrael líkt og var gert við Suður-Afríku 1988. Sniðganga á sviði efnahags, menningar og íþrótta það sem við getum gert og krefjumst þess að íslensk stjórnvöld slíti stjórnmálasambandi við ríki sem virðir engin lög mannúð og mannréttindi. Vopnahlé strax, lifi Palestína. Næst vil ég bjóða velkominn Alexander Jarl. Gefum honum gott klapp. Hérna ég. Góðan daginn. Ég heiti Alexander Jarl og ég íslenskur palestínumaður og ég var beðinn að segja nokkur orð hérna í dag. En ég hálf hræddur að þau yrðu svolítið bara lituð af andúð og heift. Þannig að ég ætlaði bara að taka eitt lag og kalla það gott. Við mistum á soundchecki þannig að það eru smá tæknilegir.
Cancelum þetta, fuck it, tökum ljóð. Ég held að sé einfaldara. Það engin tæknilegir erfiðleikar með mikrofónin, við tökum þetta bara. Gefðu mér rell og riffil, sendu mig til Gaza. Bræðurum mínum, blæður út, hef engan tíma að tapa. Klútin yfir andlitið og steina fylltir vasar. Náðis mörgum og þú getur áður en þú hrasar. Engin matur, ekkert vatn, ekkert rafmagn og þeir einu sem að venda okkar líf eru Hamas. En þú heyrir ekkert það á CNN því að brúnir í fréttum alltaf hryðjuverkamenn. Opnaðu augun, þeir mun aldrei opna hliðið svo... Þeir munu aldrei opna hliðið svo við fögnum þegar nokkrir okkar hoppa yfir. Ekkert réttlæti og engin friður. Ríkisstjórnin situr hjá og lifir þjóðin ekki að tala og við upptekin að baka og safna metrum inn á Strava. Ráðherra sem myndi ekki endast einn dagann í Gaza. Svo drullið ykkur aftast. Við þurfum ríkisstjórn með hjarta. Jalla. Takk fyrir. Hljóðið fyrir ennþá ekki í gang þannig, ég held að við slútum þessu bara hér. En takk fyrir mig. Næst Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International. Gefum henni gott klapp. Góðan daginn, frábært að sjá hvað vel sótt hér í dag. Enda algjörlega þörf á því að við styðjum þetta málefni. Mér langar að þakka Félag Ísland-Palestínu fyrir að bjóða Amnesty International til að greina frá afstöðu samtakana til þessa hörmungar ástand sem að nú ríkir fyrir botni Miðjarðarhafs. Áður en ég fer lengra, þá langar mig aðeins að segja örfá orð Amnesty, hvernig við vinnum og hvernig við byggjum okkar afstöðu. Amnesty International stærsta mannréttindahreyfing í heimi. Kjarni hreyfingarinnar felst í því að berjast gegn mannréttindabrotum heim allan. Amnesty gerir ítarlegar rannsóknir og þrýstir á stjórnvöld með herferðum, aðgerðum og undirskriftasöfnunum og fræðir fólk mannréttindi. Amnesty óháð pólitískum, trúarlegum og efnahagslegum hagsmunum. Rannsóknarstarf Amnesty gríðarlega öflugt og mikilvægt tæki í mannréttindabaráttunni. Því hver skýrsla, hver greinargerð og frétt byggð á viðamikilli gagnaöflun. Gagnaöflunin getur verið mismunandi eftir því hvaða brot verið að rannsaka, en gagnaöflunin getur meðal annars falið í sér vettvangsferðir, fjarrannsóknir, skrásetning vitnisburða frá fyrstu hendi, söfnun sönnunargagna brot á alþjóðlegum mannúðarlögum og Amnesty framkvæmir einnig stafrænar rannsóknir í gegnum svokallað Crisis Evidence Lab. Amnesty sannreinir og greinir ljósmynda og myndbandsefni hugsanleg brot og notar einnig gervihnattamyndir. Hjá Amnesty starfa vopnasérfræðingar sem greina og fara yfir efni sem tengist tegund vopna sem eru notuð við tilteknar árásir. Í tengslum við átökin í Ísrael og á hernumdu svæðunum í Palestínu hafa flestar, ef ekki allar þessara aðferða verið notaðar. Ásamt því að fara yfir viðeigandi skýrslur og yfirlýsingar Ísraelsstjórnar og herforingja og palestínskra yfirvalda. Starfsfólk Amnesty hefur einnig rætt við fulltrúa palestínskra, ísraelskra og alþjóðlegra frjálsra félagasamtaka, viðeigandi stofnana Sameinuðu þjóðanna, lögfræðinga, blaðamenn og utanaðkomandi sérfræðinga í alþjóðalögum. Á þessu byggjum við skýrslur okkar. Hér í dag mun áhersla mín vera á ólögmætar árásir Ísraels á Gaza, en ég vil þó undirstrika hér að Amnesty fordæmir árásir á alla óbreytta borgara, í gíslatökur vopnaðra hópa
og Amnesty tekur ekki afstöðu til landa og landamæra. Kjarni okkar starfs er að varpa ljósi á mannréttindabrot og kalla eftir umbótum þar sem mannréttindi eru fótum troðin. Síðustu vikur hefur líf fjölda fólks verið lagt í rúst. Líf mörg þúsunda einstaklinga hefur verið þurrkað út. Að engu orðið. Brostnir draumar, endalaus martröð. Ótti, skelfing sem varir, nótt sem dag. Dag eftir dag. Dag eftir dag eykst mannfallið og mannúðarneyðin á Gaza. Harðnandi átök á milli Ísraels og Hamas og annarra vopnaðra hópa valda óbreyttum borgurum miklum þjáningum. Átök á þessu svæði hafa aldrei verið jafn hörð eða mannfallið jafn mikið. Ég veit að hér þarf ég ekki að telja upp hvaða þjáningar og hrylling óbreyttir borgarar hafa upplifað og eru að upplifa þessa vikurnar, þessa daga, þessa stundina. En mér langar í stuttu máli að greina frá rannsókn sem Amnesty einblíti á 5 ólögmætar árásir þar sem íbúðabyggingar, flóttamannabúðir, fjölskylduheimili og almenningsmarkaður voru sprengt. Amnesty International hefur ekki fengið leyfi frá ísraelskum yfirvöldum að fara inn í Gaza frá árinu 2012. Það eitt segir sína sögu. En samtökin hafa því reitt sig á rannsakendur sem hafa aðsetur í Gaza og þeir hafa farið á staðina og safnað vitnisburðum ásamt öllum hinum aðferðum sem ég taldi upp hér áður. Rætt var við eftirlifendur og vitni að árásunum, gervitunglamyndir voru greindar og ljósmyndir og myndbönd sannreynd til þess að skrásetja þessar loftárásir Ísraels á tímabilinu 7. til 12. október. Við vitum að þessar 5 árásir eru aðeins toppurinn á ísjakanum sem Amnesty hefur skrásett, en í 16 ár hefur ólögmæt herkví Ísraels á Gaza gert svæðið að stærsta fangelsi í heimi undir berum himni. Ef ekki verður brugðist við, mun Gaza breytast í risastóran grafreit sem stækkar og stækkar með hverjum deginum. Ísraels her staðhæfir að árásir þeirra hafi eingöngu beinst að hernaðarlegum skotmörkum. En í mörgum tilfellum fann Amnesty engar sannanir fyrir því að meðlimir vopnaðra hópa eða hernaðarleg skotmörk væru í nágrenni við sprengingarnar sem umræðir í þessum tiltekna árásum. Árás Ísraels hers þann 7. október sprengdi 3 hæða íbúðabyggingu þar sem 3 kynslóðir Al-Dawes fjölskyldunar bjuggu. Í árásinni létust 15 fjölskyldumeðlimir, þar af 7 börn. Loftárás Ísraels þann 10. október drap 12 meðlimi Hijazi fjölskyldunar og 4 nágranna þeirra. 3 börn voru á meðal hinna látnu. Ísraels her sagði að skotið hefði verið á skotmörk Hamas en gaf engar frekari upplýsingar eða sannanir fyrir því. Einnig kom í ljós að Ísraels her leitaði ekki allra leiða til að vernda palestínska óbreytta borgara í árásunum. Þar á meðal með því að gefa ekki út tilhlýðilegar viðvaranir og í sömu tilvikum fengu óbreyttir borgarar engar viðvaranir eða þá í öðrum tilfellum voru þeir ófullnægjandi. Í yfirstandandi átökum hefur Amnesty fundið margar vísbendingar stríðsglæpi, þar á meðal hóprefsingar, handahófskenndar árásir og beinar árásir á borgaraleg svæði. Áframhaldandi umsátur og hindrun á mannúðaraðstoð geti borist getur einnig verið stríðsglæpur. Að setja frekari takmarkanir á aðgang Gaza að nauðsynlegri þjónustu jafngildir því að neita íbúum réttinn til lífs, neita þeim vatn, mat og lyf. Árásir ásettu ráði á óbreytta borgara og handahófskenndar og ónákvæmar árásir sem skaða og drepa óbreytta borgara eru stríðsglæpir. Þetta er skýrt. Ýmsir hópar hafa risið upp og látið í sér heyra. Hópar sem kalla eftir breytingum, kalla eftir mannúð, kalla eftir mannréttindum. Vopnaðir hópar, stríðsherrar og bandamann þeirra hlusta ekki. Þeir hafa ákveðið að þeirra er valdið og mátturinn, að alþjóðleg mannréttinda og mannúðarlög þurfi ekki að virða, að minnsta kosti ekki alltaf. Nokkur Evrópuríki bönnuðu á dögunum með ólögmætum hætti réttinn til að mótmæla friðsamlega.
Það er skiljanlegt að átakanlegar afleiðingar sprengjuárása Ísraels og ólögmætrar herkvíar á Gaza-svæðinu hvetji fólk í Evrópu til að mótmæla það sem sýndir samstæðu með réttindum palestínsks fólks. Þegar frelsi fólks til að koma saman með friðsamlegum hætti eða bera ákveðna fána, klúta eða jafnvel barmnælur er skert, er mikilvægt að minna yfirvöld á alla Evrópu að vernda fólk og tryggja að það geti tjáð sig og komið saman með friðsamlegum hætti. Tjáningafrelsið verður að vernda. Í ár eru 75 ár frá því að mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt. Hún var skrifuð og samþykkt eftir að ríkið eftir seinni heimsstyrjöldina var að settlast og uppbyggingin rétt að hefjast. Aðalhvati og drifkraftur að gerð yfirlýsingarinnar var Eleanor Roosevelt, fyrir forsetafrú Bandaríkjanna, og stýrði hún einnig fyrsta mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Tilgangur mannréttindayfirlýsingarinnar var að stuðla að því að mannkynið þyrfti aldrei aftur að gangi í gegnum hörmungar á borð við helförina eða nokkuð í þá átt. Aldrei aftur. Aldrei aftur. Heimsbyggðin sameinaðist í þessu ákalli. Aldrei aftur. Eða hvað? Hvert stefnir heimsbyggðin? Í skáldsögu eftir John Lyly sem kom út árið 1578 segir: The rules of fair play do not apply in love and war. Eða allt er leyfilegt í ástum og stríði. Höfundurinn gat ekki haft rangara fyrir sér. Það er einmitt ekki allt leyfilegt í stríði. Alþjóðasamfélagið hefur sett sér sameiginlegar reglur og samþykkt að þessar reglur megi ekki brjóta. Sama hversu mikið liggur við, sama hver sagan er, sama hvert samhengið er og sama hver á í hlut. Ekkert ríki, engin vopnaður hópur, enginn er undanskilinn þessum reglum. Við skulum líka muna að Ísrael ber skylda samkvæmt alþjóðalögum til þess að vernda allt fólk undir stjórn þeirra. Og sem hernámsveldi þá nær það til palestínsks fólks á hernumdum svæðum í Palestínu. Allar aðgerðir sem eru gerðar í nafni öryggis verða alltaf verið í samræmi við alþjóðalög og þær verða verið í réttu hlutfalli við þá ógn sem stafar af. Í ljósi þess sem rannsóknir Amnesty hafa sýnt er það kristaltært að alþjóðasamfélagið verður að fordæma þessar aðgerðir Ísraels, aðgerðir sem brjóta í bága við skuldbindingar þeirra samkvæmt alþjóðalögum, lögunum sem við, alþjóðasamfélagið, höfum samþykkt. Amnesty International kallar eftir því að leiðtogar þessar heims leggi sitt af mörkum til þess að alþjóðasamfélagið kalli eftir vopnahléi. Það er ljóst að alvarleg brot á alþjóðlegum mannúðarlögum, þar á meðal stríðsglæpir af hálfu allra aðila átakana, hafa fengið að viðgangast af fullum þunga og það verður að stöðva. Það verður að fækka dauðsföllum á Gaza, það verður að gera hjálparstofnunum kleift að veita lífsnauðsynlega aðstoð og meðal annars að flytja vatn og sjúkragögn inn á Gazasvæðið til að lina óbærilegar þjáningar íbúa. En það verður einnig að ráðast á rót vandans. Amnesty hefur skráð marga stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni sem Ísrael hefur framið gegn palestínsku fólki. Í febrúar í fyrra gaf Amnesty út skýrslu aðskilnaðarstefnu Ísraels gegn palestínsku fólki. Aðskilnaðarstefnan er glæpur gegn mannúð og miðar að því að viðhalda yfirráðum eins kynþáttar eða hóps yfir öðrum með kerfisbundnum hætti. Það er ekkert sem réttlætir stjórnkerfi sem byggir á langvarandi kerfisbundu kynþáttamisrétti milljóna einstaklinga og kúgun. Aðskilnaðarstefna á hvergi rétt á sér í heiminum og ríki sem velja að styðja Ísraelsríki með vopnum og vernda það frá því að sæta ábyrgð á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, styðja við aðskilnaðarstefnu, grafa undan alþjóðlega réttarkerfinu og auka á þjáningar palestínsks fólks. Í þessu ófremdarástandi hefur listi yfir kröfur Amnesty sífellt lengst, því gengið er lengra og lengra á réttindi almennra borgara.
Á heimasíðu Amnesty, amnesty.is, er hægt að skrifa undir ákall til Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra og Bjarna Benediktssonar utanríkisráðherra að Ísland leggi sitt af mörkum til að alþjóðasamfélagið kalli tafarlaust eftir vopnahléi og bundinn verði endi á mannúðarneyðina í Gaza. Kannski hér á eftir Við erum nokkur í svona bólum og ef þið lendið í vandræðum, pikkið það í eitthvert okkar og við getum aðstofað okkur að skrifa undir. Við erum búin að skila hátt í 7.000 undirskriftum, gerðum það á föstudaginn og undirskriftirnar halda áfram að koma inn og endilega bætið ykkar undirskrift á listan og við komum þeim á framfæri. Eleanor Roosevelt, driffjöðurinn í gerð mannréttindayfirlýsingarinnar, sagði: "It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it." Leiðtogar heimsins, alþjóðasamfélagið, það er komið að ykkur. Það er komið að því að þið látið ekki bara orðin tala. Það er komið að því að þið trúið því bara ekki að friður mun einhvern tíma nást. Þið verðið að vinna markvisst að því. Þið verðið að skrifa ykkur og Ísland og heiminn réttu megin í söguna. Leiðtogar þessa heims, íslensk yfirvöld, ekki gefa út yfirlýsingar að grípa til aðgerða sem mögulega gætu eða jafnvel óbeint réttlætt glæpi og mannréttindabrot Ísraels í Gaza. Ekki gera það. Amnesty er skýrt í kröfum sínum, þetta er langur listi, en við krefjumst þess að vopnahlé verði sett á strax, afnemum aðskilnaðarstefnuna. Takk fyrir. Þetta var Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International. Næst er komið að tónlistaratriði frá Elínu Kristjánsdóttur, söngkonu ásamt Eyþóri Gunnarsinni og dætrum þeirra systrum Beta, Elín og Sigga. Gefum þið virkilega gott klapp. When I think of angels, I think of you. And the smile in your eyes and the things that you do. I heard you had left, no it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. Godspeed to you, angel, wherever you go. Although you have left, I want you to know my heart's full of sorrow, I won't let it show. I'll see you again when it's my time to go.
When I think of angels, I think of you. And the smile in your eyes and the things that you do. I heard you had left, no it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. When I think of angels, I think of you. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We walk hand in hand. We walk hand in hand today. Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand we shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. Lifi Palestína.
Viðar Þorsteinsson heimspekingur ætlar að flytja erindi næst. Gefum honum gott klapp. For those of you who don't speak Icelandic, there's not going to be many words on the slides. They will be pictures, but those pictures will tell the story. Kæru fundamenn, fjöldaflutningur evrópskra gyðinga til Palestínu byrjaði á fyrri hluta 20. aldar. Þeir komu til landsins sem þáttakendur í pólitískri hreyfingu, síonistarhreyfingunni, sem hafði það að markmiði að taka Palestínu yfir og breyta landinu í þjóðríki gyðinga. Hreyfingin var innblásin af yfirburðasinnari þjóðernishyggju Evrópumanna og hugðust leiðtogar hennar notfæra sér yfirráð Breta í Palestínu til þess að breyta landinu öllu í landtöku nýlendu eða settler colony. Á þeim tíma var ekkert Hamas. Palestínumenn, hinn innfædda þjóð, mótmæltu þessu að sjálfsögðu. Þeir mótmæltu í ræðu og riti og skipulögðu fjöldamótmæli. En hvorki evrópsku gyðingarnir né breska heimsveldið hlustuðu á mótmæli þeirra. Árið 1936 braust út fyrsta uppreisn Palestínumanna sem stóð í 3 ár þangað til að hún var brotin niður af mikilli hörku af breska herliðinu. Frægt ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Slysaskot í Palestínu, fjallar ofbeldi breska hersins gegn óbreyttum palestínskum borgurum og börnum í uppreisninni 36-39. Á þeim tíma var ekkert Hamas. Á árunum 1947 til 1949 háðu hersveitir síonista hryðjuverkastríð gegn arabískum íbúum Palestínu. Aðferðirnar voru þær að ráðast inn í þorp Palestínumanna, brenna þar allt til grunna og myrða íbúana. 750.000 Palestínumenn, gróflega áætlað, hröktust á flótta og hafa aldrei snúið aftur til heimila sinna. Evrópskir gyðingar náðu undir sig 78% af landi sögulegrar Palestínu og á þessum tíma var ekkert Hamas. Árið 1967 réðist Ísraelsríki inn í Egyptaland og Sýrland. Það var kallað sexdagastríðið. 300.000 Palestínumenn voru reknir á flótta til viðbótar við þá sem höfðu þegar orðið landflótta 20 árum fyrr og reyndar í sumum tilvikum voru það sömu einstaklingar og sömu fjölskyldunar sem urðu landflótta í annað sinn. En í þessu stríði þá kláruðu síonistar ætlunarverkið sitt sem var að leggja undir sig allt land sögulegrar Palestínu. Og á þessum tíma var heldur ekkert Hamas. Fljótlega eftir sexdagastríðið fór að bera á nýrri tegund af landtöku. Ísraelskir borgarar byrjuðu að hreiðra sig inn á milli byggða Palestínumanna á Vesturbakkanum og Gaza. Landnemarnir nutu verndar hersins og sérstakra styrkja úr ríkissjóði Ísraels. Þeir, landnemarnir, urðu snemma alræmdir fyrir ofbeldi og hryðjuverk gegn palestínskum almenningi. Og á þeim tíma var ekkert Hamas. Góðir fundamenn, árið 1987 hófst uppreisn almennings á hernumdu svæðinu. Hún hlaut nafnið Intifada uppreisnin. Palestínumenn mótmæltu kúgun, mismunun, mannréttindabrotum, áframhaldandi landráni og þrúgandi lífi undir hernámi. Þá voru liðin 15 ár frá því að landnemar byrjuðu að setja stað á stolnu landi innan byggðir Palestínumanna og þá voru liðin 20 ár frá sexdagastríðinu þegar hernámið á Vesturbakkanum og Gaza hófst. Þá voru liðin 40 ár frá stríðinu 47-49 þegar aðfluttir evrópskir gyðingar sölsuðu undir sig meira en 3/4 af landi Palestínu. Þá voru 50 ár liðin frá fyrstu uppreisn Palestínumanna gegn stofnun landtöku nýlendu Evrópumanna á landinu þeirra. Í Intifada uppreisninni höfðu Palestínumenn engin vopn, eldflaugar eða hríðskotabyssur. Uppreisnin var í grunninn mótmæla aðgerð, þar sem að ungmenni köstuðu stundum grjóti að skriðdrekum og vígbúnum hermönnum Ísraels. Og Ísraels her svaraði með því að myrða það bil 1400 mótmælendur.
Og það var á þeim tíma sem að Hamas var til. 1990 lauk intifada-uppreisninni. Sama leyti gerðust þau tíðindi að hinn fyrrum herskáu frelsissamtök Palestínu, PLO, lögðu niður vopn og viðurkenndu tilvist Ísraelsríkis. Þetta gerðu PLO gegn einu skilyrði, að fundin yrði leið til þess að stofna sjálfstætt ríki Palestínumanna á hernumdu svæðum. 22% af upphaflegu landi Palestínu. Hið svokallaða Oslóar friðarferli hófst í kjölfarið af þessu og stóð í tæpan áratug. Og á þeim tíma studdi meirihluti Palestínumanna þetta friðarferli og þeir sem lögðust gegn því voru í minnihluta. Og í þessum minnihluta voru Hamas-samtökin. Oslóar friðarferlið átti svo að skila loka niðurstöðu árið 2000. En þá var ljóst að Ísrael ætlaði sér ekki að samþykkja sjálfstætt ríki Palestínumanna eða binda enda á hernámið. Það kom kannski ekkert á óvart í ljósi þess að Ísrael hafði fjölgað landnemum jafnt og þétt allan tíman sem að svokallað friðarferli stóð yfir, samtals 60% yfir þetta tímabil. Og friðarferlið beið endanlegt skipbrot árið 2000. Í dag, árið 2023, eru liðin meira en 30 ár síðan að PLO lögðu niður vopn og viðurkenndu tilvist Ísraelsríkis í skiptum fyrir loforð palestínskt ríki og endalok hernámsins. En sjálfstætt palestínskt ríki er ekki til og hernámið situr sem fastast. Búið að reisa margra metra háan steypumúr, svokallaðan aðskilnaðarmúr, í kringum borgir og bæi Palestínumanna á Vesturbakkanum. Herkvíin Gazasvæðið hefur gert lífið þar verra og vonlausara en nokkru sinni fyrr. Landnemabyggðunum fjölgar með ári hverju og ofbeldi landnemanna eykst. Gamli PLO-flokkurinn, Fatah, sem að stjórnar nokkrum afmörkuðum aðskildum landsbyldum á Vesturbakkanum, á engar hersveitir sem að geta verndað íbúa Palestínu gegn ofbeldi hersins og landnemanna. Þetta eru kringumstæðurnar þar sem að Hamas varð loksins að leiðandi hreyfingu meðal Palestínumanna. Þann 30. mars árið 2018 hófu Palestínumenn á Gaza friðsamlega mótmæla aðgerð sem að nefndist á ensku The Great March of Return eða endurkomugangan mikla. Kröfur mótmælenda voru endalok herkvíarinnar Gaza og viðurkenning á rétti flóttamanna til að snúa aftur til heimkynna sinna. Því að eins og við vitum þá búa Palestínumenn á Gaza sem voru hraktir af jörðum sem eru kannski 50 km frá og 100 km frá hinum megin við herkvína. Þessar göngur undir þessu heiti endurkomugangan mikla þær fóru fram vikulega í það bil 1,5 ár. Ísrael brást við með því að siga hernum á mótmælendur. Samtökin Læknar án landamæra sem að reyndu sitt besta til þess að sinna miklum fjölda særðra þurftu að þrefalda mannafla sinn en höfðu samt sem áður ekki undan. 4.380 sjúklingar voru innritaðir á bráðadeildir Lækna án landamæra á meðan á þessum mótmælum stóð og samtökin framkvæmdu í heildina tæplega 4.000 skurðaðgerðir á tæplega 1.800 mismunandi sjúklingum vegna áverka sem að Ísraels her veitti þeim í þessum vikulegu mótmælagöngum sem stóðu í 1,5 ár. Og þá er ég ekki búin að nefna þá 200 mótmælendur sem að voru myrtir í endurkomugöngunni. Hamas skipulagði ekki endurkomugönguna miklu. Kæru fundamenn, ég hef varið mestu af þeim tíma sem ég fekk úthlutað hér í dag án þess að tala atburði síðustu vikna. Enginn veit hvað kann að gerast á næstu dögum eða vikum eða mánuðum. En eitt er þó víst og það er það að landtöku nýlendan, Ísrael, hún nýtur einlægs stuðnings valdastéttarinnar sem að ræður ríkjum í okkar heimshluta. Það var í skjóli þess stuðnings sem að palestínska stúlkan og önnur palestínsk börn í ljóði Kristjáns frá Djúpalæk var myrt. Það var í skjóli þess stuðnings sem að þjóðernishreinsun var framin í Palestínu 47-49.
Það var í skjóli þess stuðnings sem að Vesturbakkin og Gaza voru hernuminn 1967 og það var í skjóli þess stuðnings sem að ólöglegar landnemabyggðir voru og eru ennþá byggðar og það var í skjóli þess stuðnings sem að Palestínumenn voru sviknir algjörlega loforð friðarferlisins og það var í skjóli þess stuðnings sem að friðsamir mótmælendur í endurkomugöngunni miklu voru myrtir og örkumlaðir og það í skjóli þess stuðnings sem að meira en 9.000 Palestínumenn hafa verið myrtir á síðustu 4 vikum sem þó aðeins byrjunin á því blóðbaði sem að leiðtogar Ísraels hafa boðað. Kæru fundarmenn, kæru félagar, mín lokaorð hér í dag verða ekkert mjög innblásinn og ekki ljóðræn, heldur bara 4 áskoranir. Í fyrsta lagi, númer 1, gangið í félagi Ísland-Palestína og gefið í neyðarsöfnun þeirra. Ég veit sjálfur hvert þeir peningar fara, ég hef heimsótt svæðið og kynnst og hitt fulltrúa samtakana sem taka við þessum fjármunum og þið getið trúað því að hver einasta króna fer nákvæmlega þangað sem að hennar er mest þörf. Föturnar eru að ganga hérna í dag í salnum. Númer 2, setjist niður með stálpuðum börnum ykkar og unglingum og reynið að útskýra hlutina fyrir þeim. Mig langar að mæla með stuttri heimildamynd frá Amnesty International sem til á íslensku, 14 mínútna löng, til á YouTube, fjallar aðskilnaðarstefnuna í Palestínu. Númer 3, lækið og deilið efni á samfélagsmiðlunum. Gerið athugasemdir við vont efni sem þið sjáið. Gerið undantekningu frá reglunum það að maður eigi ekki að vera að leiðrétta ókunnugt fólk á internetinu í tölvunni sinni fram eftir kvöldi vegna þess að það eru til undantekningar á þeirri reglu og ein undantekning á því er þegar að þjóðarmorð geisar. Rökræðið líka við fólki í kringum ykkur. Gerið það augliti til auglitis, gerið það á samfélagsmiðlunum í kommentaþráðum og enga skilaboðum. Og gerum það með staðreyndum, gerum það með sögunni. Að lokum, haldið áfram að gera það sem þið gerðuð hér í dag, sem það að koma hingað og það sem þið hafið verið að gera síðustu vikur, ótrúlegur fjöldi Íslendinga og Palestínumanna hér á Íslandi og stuðningsfólk sem hefur mætt. Það hefur mætt við Tjörnina, það hefur mætt við ráðherrabústaðinn, það hefur mætt við utanríkisráðuneytið, það hefur mætt á Austurvöll og það sem við erum að gera með þessu er að við erum að mæta í eigin persónu, við erum að taka tíma frá dagsins önn til þess að fara og mæta og koma saman sem hópur. Við erum fjölmenn og við erum sýnileg og við erum hávær og við mætum á alla auglýsta fundi og viðburði. Það er mikilvægasta leiðin til þess að sýna samstöðu í verki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Viðar Þorsteinsson. Næst viljum við bjóða velkomna leikkonuna Sigrúnu Eddu Björnsdóttur sem ætlar að lesa 2 ljóð eftir Lindu Vilhjálmsdóttur og beint á eftir henni kemur Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Backman og flytur erindi. Gefum þeim gott klapp. Betlehem. Ef miðað er við upphafspunkt tímatalsins er rökrétt að byrja í Betlehem. Troða sér inn í fæðingakirkjuna og láta mannfjöldan mjaka sér áfram gegnum þvala rangala kristindómsins niður í hellinn þar sem frelsarinn fæddist. Þangað fara þó einungis þær skrásettu sálir sem afsala sér athafnafrelsinu. Því eins og öll heimsbyggðin veit, sitja jarðneskir herskarar
brauðhúsin. Og hvert einasta mannsbarn sem þar lítur dagsins ljós fer sjálfkrafa á sakaskrá, grunað óunnið hryðjuverk. Hebron. Til að forðast skítkast og aðrar óþverrasendingar úr hreiðrum landtökumanna á hæðinni hafa óbreyttir íbúar strengt vírnet í loftið ofan við göturnar kringum Íbrahims moskuna í Hebron. Þar sem Móses og Múhameð segja Abraham grafinn. Hér hefur heiftin sest að í sinni og sál og víglínan liggur þvert gegnum daglegt líf, stræti og stíga, skóla og heimili, ganga og herbergi húsanna, minningar afa og ömmu, hugskot pappa og mömmu, brjóst allra barnanna, niður í grafhvelfinguna, þaðan sem bergmálið berst. Öld eftir öld, gegnum marmara og málm, milli samkunduhúsanna, mosknanna og múranna, í sundurtætt hjörtu múslima og gyðinga sem hvorugur hikar við að fórna syni hins, í stríðinu einkaréttinn á að heiðra forföðurinn, einkaréttinn á að lifa í friði í landinu helga. Takk fyrir. Þegar mér var boðið að koma hingað og segja nokkur orð á þessum samstöðufundi, þá hugsaði ég fyrst að það væri skynsamlegra fyrir mig að halda mig utan þess. Ég í opinberu starfi hjá borginni og ég var hrædd að það kæmi ekki nógu vel út ef ég færi að skipta mér að einhverju pólitík svona opinberlega. Eftir því sem ég hugsaði það meira, því verr sat það í mér að sitja hjá og segja ekki neitt. Ég hugsaði með mér, það virkilega pólitískt að óska eftir því að saklaus börn sé ekki myrt fyrir það eitt að hafa fæðst á ákveðnu svæði? Það virkilega pólitískt að benda á það hversu ómannúðlegt og hryllilegt það að sprengja upp heilu spítalana, skólana, sjúkrabílana og flóttamannabúðirnar? Það virkilega pólitískt að óska eftir vopnahléi á Gaza í þágu mannúðar? Það virkilega pólitískt að vera á móti útrýmingu á heilli þjóð? Niðurstaða mín var sú að svo sé ekki. Þessir hlutir ættu ekki að vera pólitískir. Það á ekki vera pólitískt að segjast vera á móti því að þúsundir barna séu tekin af lífi. Það á ekki vera pólitískt að benda á það að alþjóðalög skulu virt og það sé rangt að sprengja upp heilbrigðisstofnanir, skólastofnanir og flóttamannabúðir. Það á ekki vera pólitískt að vilja stöðva þjóðarmorð sem að eiga sér stað í beinni útsendingu. Ef þessi grundvallarréttindi, lífið sjálft, eru orðin að pólitísku álitaefni, þá erum við sem samfélag komin á vondan stað og ég einfaldlega veit ekki hvort ég vilji vera hluti af slíku samfélagi. Þegar fréttir bárust af því að Ísland hefði setið hjá í atkvæðagreiðslu og aukafundi Sameinuðu þjóðanna vopnahlé á Gaza, þá hljómuðu allar þær eftiráskýringar sem við fengum að heyra einmitt á þann veg að fólk væri að forðast það að blanda sér í einhverja pólitík. Ráðamenn Ísland skiptust á að bera fyrir sig eitthvað ákveðið orðalag
sem þótti ýmist of einfalt eða ekki nógu einfalt, en ályktunin var eftirfarandi. Ályktun Jórdaníu var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna tafarlaust og langvarandi vopnahlé á Gaza. Einnig var þess krafist að farið væri eftir alþjóðlegum mannréttindalögum og að nauðsynjar ættu greiða leið inn í Gaza. Eins var kallað eftir því að öllum almennum borgurum sem teknir voru í gíslingu yrði tafarlaust sleppt úr haldi. Orðalagið á þessari samþykkt hugnaðist ekki íslensku ríkisstjórninni. Orðin sem ég las upp rétt í þessu voru einhvern veginn ekki nógu góð til að Ísland gæti staðið með framangreindri ályktun og skrifað sig réttum megin í sögubækurnar. Við sátum því hjá til að stugga ekki við einhverri pólitík. Utanríkisráðherra þjóðarinnar leyfir sér svo að fara í fjölmiðla í framhaldinu og mótmæla því að árásir sé að ræða á flóttamannabúðir. Þrátt fyrir það að ísraelski herinn hafi sjálfur gengist við því. Hann hélt svo áfram að réttlæta aðgerðir Ísraels en vísar þó til þess að það þurfi að huga að meðalhófi í þessu samhengi. Ég verð að vera ósammála háttsettum utanríkisráðherra Bjarna Benediktssyni í því að þjóðarmorð geti farið fram með hliðsjón af einhvers konar meðalhófi þegar aðgerðirnar eru komnar svo langt fram úr hófi að þær eiga sér engin takmörk lengur. Samtökin Barnheill fullyrða að barn deyi nú á Gaza á 10 mínútna fresti vegna loftárása og annarra aðgerða Ísraelsmanna, sem þýðir að núna hafa minnstakosti 6 börn látið lífið síðan þessi samstöðufundur hófst hér fyrir rúmum klukkutíma og á meðan hann stendur yfir þá verða allavega 9 palestínsk börn í heildina sem kveðja þessa jörð til viðbótar við tæplega 4.000 sem hafa dáið síðasta mánuðinn. Á meðan heilu fjölskyldurnar þurrkast út í Palestínu þá sitja Katrín Jakobsdóttir, Bjarni Benediktsson og Sigurður Ingi Jóhannsson hjá aðgerðarlaus með öllum sínum ráðherrum, allt út af orðalagi og pólitík. Ég einfaldlega ósammála því að hægt sé að réttlæta mannfallið sem við höfum orðið vitni af með einhverjum orðaflækjum það að málið sé svo pólitískt og flókið og því stend ég hér fyrir framan ykkur öll í dag og segi að þetta var ekki í mínu nafni og að fólkið sem stjórnar landinu fyrir okkar hönd ætti ekki að mega skýla sér bak við orðalag þegar er að ræða morð á heilli þjóð. Lengi lifi frjáls Palestína og hættum að afsaka aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda með formsatriðum, orðalagi og pólitík. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Kolbrún Birna, lögfræðingur. Ég sagði það ekki áðan.
takk fyrir baráttuandann einmitt, ég tengi svo ótrúlega mikið við þetta, þessa hræðslu við að það að nota röddina sína hafa einhver áhrif, geti haft áhrif á vinnuna manns til dæmis. En þegar það eru þjóðarmorð í gangi og utanríkisráðherra segir að það þurfa að gæta meðalhófs meðan það eru 9 börn sem deyja bara meðan við erum hér. Þú veist, hver eru við? Hver eru við að þurfa að passa upp á okkur atvinnumöguleika þegar það eru börn að deyja? Næst vil ég bjóða á svið Bjart Mark Völuson sem ætlar að flytja fyrir okkur 2 lög. Nóttin í nótúleið reynd ekki fljótt, í naríu vextum ég horfði á heiminn. Ég sá aldamenn veraldar gera margt ljótt og ég horfði út gluggann minn, hrærður og feiminn þá viti menn, Esjan þarna enn. Viti menn. Já, stríðið friðið það stendur víst enn, þar stórhuga morðingjar og trilla líðinn. En það morgnar víst ástin mín aftur og senn, þá úr augunum þínum flæmdur burt kvíðinn og viti menn, Esjan þarna enn, viti menn, Esjan þarna enn, viti menn. Já, nóttin í nótúleið reynd ekki fljótt, í naríu vextum ég horfði á heiminn. Að útrýma fólki fjár eitthvað ljótt og ég stend út við gluggann minn, hrærður og feiminn þá viti menn, Esjan þarna enn, viti menn, Esjan þarna enn, viti menn. Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, sagan blóðug og sorglega sönn. Takk fyrir mig. Það komið að síðasta erindinu í dag og það Jósef Ingi Tamimi sem flytur það. Gefum hann gott klapp.
CNSF. Ég endurtek, CNSF. Þetta skammstöfun sem heyrist mjög oft á Gaza þessa dagana. CNSF stendur fyrir Wounded Child, No Surviving Family, sem einfaldlega þýðir slasað barn, engin eftirlifandi fjölskylda. Þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir Ísraels og Palestínu skelfileg staðreynd. Núna, árið 2023, erum við að horfa á í beinni útsendingu þjóðernishreinsanir ísraelska stjórnvalda með fullum stuðningi Bandaríkjanna, ESB og Ísland. En við skulum hafa alveg á hreinu að stuðningur íslensku ríkisstjórnar og þjóðarmorði í Palestínu ekki í mínu nafni. Þótt að utanríkisráðherra Íslands eigi erfitt með að meðtaka staðreyndir, opinbera yfirlýsingar ísraelska stjórnvalda þjóðernishreinsanir og það að hann eigi erfitt með að skilgreina hvað árás sé, þá staðreyndin sú að flestar stofnanir, frá Amnesty til sérstakra eftirlitsmanna Sameinuðu þjóðanna, eigi ekkert sérstaklega erfitt með þetta. Ísrael að ráðast á Palestínu. Ísrael að stunda aðskilnaðarstefnu og alvarleg brot á mannúðarlögum eru framkvæmd daglega af Ísrael. Ísrael ekkert að berjast gegn Hamas. Ísrael í stríði gegn börnum í Palestínu. Ísrael markvisst að myrða börn. 4.000 börn hafa verið myrt á Gaza. 100 ef ekki 1.000 barna eru týnd undir rústum sundursprengdra húsa og á hverjum klukkutíma eru 6 börn myrt á Gaza, sem þýðir, eins og áður hefur komið fram, að meðan þessi fundir átt sér stað hefur Ísrael myrt 9 börn. Tala myrtra Palestínumanna nálgast hátt í 10.000. 10.000 á 4 vikum, en ríkisstjórn Íslands á erfitt með að segja vopnahlé. Það staðreynd að heilbrigðiskerfið á Gaza hrunið. Sjúkrahús geta ekki sinnt sínu starfi, sjúkrahúsin geta ekki hjálpað fólki og hjúkrað sjúkum. Sjúkrahúsin á Gaza skortir nauðsynleg heilbrigðisgögn, skortir eldsneyti fyrir rafmagni og ítrekað hefur ráðist á heilbrigðisstarfsfólk og það myrt. Nýjasta útspil Ísrael að sprengja sólarrafhlöður sjúkrahúsa til að gulltryggja endanlega að Palestínumenn munu deyja. Ísrael ætlar ekki að hlífa neinum í árásum sínum. Markmiðið eitt: Palestína á að hverfa. Palestínumenn hafa reynt ýmsar aðferðir við að berjast gegn hernámi, arðráni og aðskilnaðarstefnu Ísraels. Fyrsta intifada var ofbeldisfull fyrir ráðamenn vestræna ríkja og voru niðurstöður Oslo samkomulagið, sem fekk Palestínu til að viðurkenna Ísrael, en á sama tíma þurfti Ísrael ekki að viðurkenna Palestínu. Ísrael hefur markvisst keyrt Oslo samkomulagið í kaf, eyðilagt það. Aukið hernám, arðrán og aðskilnaðarstefna það sem Ísrael stundar. Við tók bið yfir engu og svo seinni intifada, aftur ofbeldisfullt fyrir vestræna ríki. Í kjölfar seinni intifada reyndu Palestínumenn friðsamari aðferð til að berjast fyrir réttindum sínum, sniðgönguhreyfingin í anda sniðgöngu gegn apartheid Suður-Afríku. Friðsöm stefna sem hvetur einstaklega ríki til að sniðganga Ísrael, þetta ríkið fyrir alþjóðalögum. Þessi friðsama aðferð hentaði ekki vestrænum ríkjum og hafa verið sett lög víðsvegar í Evrópu og Bandaríkjunum sem einfaldlega banna sniðgöngu gegn Ísrael, túlkana sem gyðingahatur. Kosningar í Palestínu 2006 sem eftirlitsmenn fundu ekkert athugavert við, leiddu til sigur Hamas. Niðurstöður sem ekki heldur hentaði vestrænum ríkjum og viðskiptabann var sett á stjórnvöld. Og svo árið 2014, þegar palestínska heimastjórnin reyndi að semja að Ísrael drægi sig alveg úr Palestínu, hentaði ekki stefnu Ísrael og hafa Ísraelir ekki rætt við ráðamenn Palestínu síðan. Á meðan öllu þessu hefur staðið, hefur Ísrael sett Gaza í herkvíð, herja 4 stríð á Gaza, drepið 6.000 Palestínumenn á tímabilinu 2008-2023,
Aukið landrán á Vesturbakkanum, ofbeldi landræningja aukist 20%, fjölgað byggingu landrænabyggðum í Palestínu og reynt að þurrka Palestínu út af kortinu. Ísrael hefur algjörlega skorið í sundur land Palestínu og stjórnar öllu lífi Palestínuma með harðri hendi. Stjórnað hver fer hvert og hvenar, hver fær vatn og hvenar, hver fær rafmagn og hvenar og hver verður drepinn og hvenar. Það má því spyrja sig, hvaða aðferð hentar vestrænum ríkjum fyrir Palestínu að berjast fyrir frelsi sínu? Því það virðist vera að ofbeldi ekki rétt aðferðin, sniðganga ekki rétt aðferðin, kosningar ekki rétt aðferðin, friðarsamkomur ekki rétt aðferðin. En vestræn ríki hafa ákveðið hvað aðferð rétt og hún sú að Palestínufólkið á að leggjast niður og einfaldlega deyja, hverfa og hætta að vera með vesen. Og svo kom 7. október, upphafið af öllu. Vestræn leiðtogar keppast að koma fordæmingu áleiðis en gleyma því að upphafið var ekkert 7. október. Það sannar þó þá staðurinn að status quo, hið stöðuga ástandi eða friðurinn róleg útrýming á Palestínu. Stöðuga ástandið eða friðurinn morð á Palestínufólkinu. Stöðuga ástandið eða friðurinn að Palestína tapi meira land hægt og rólega hverfi. Ég veit þó fyrir víst að íslenska þjóðin stendur ekki með þjóðamorðum. Íslenska þjóðin á móti þjóðernishreinsunum og íslenska þjóðin stendur með Palestínu. Þótt að íslensk stjórnvöld geta ekki staðið lappirnar og fordæmt þjóðernishreinsanir í beinni útsendingu, þá veit ég að hugur íslenska þjóðin hjá Palestínu. Það að íslensk stjórnvöld geta ekki krafist vopnahlé með Ísrael myrði þúsundir Palestínuma, þá veit ég að hugur þjóðarinnar Palestínu. Það að íslenskir ráðamenn reyna að friðþæga sín eigin samvisku með því að auka fé til hjálparstarfsemi Palestínu mun ekki fá mig til að þegja. Ég mun ekki þegja fyrir en íslensk stjórnvöld fordæmi þjóðarmorð. Ég mun ekki þegja fyrir en íslensk stjórnvöld fordæmi þjóðernishreinsanir og ég mun ekki þegja fyrir en íslensk stjórnvöld slíti stjórnmálasambandi við Ísrael, þangað til íslensk stjórnvöld viðurkenni Palestínu, þangað til að íslensk stjórnvöld fari að alþjóðalögum og þangað til að ísraelskir ráðamenn verði dregnir fyrir dómstóla fyrir þjóðernishreinsun og þjóðarmorðum á íbúum Palestínu. En margir spyrja sig, hvað get ég gert? Hvernig get ég á Íslandi gert eitthvað fyrir Palestínu? Það hægt að gera svo mikið. Fyrir það fyrsta, mæta eins og þið hafið öll gert, mæta á fundi, mæta á mótmæli og fræðast málstæðin. Númer 2, eins og Viðar benti á, deila efni, hvort sem á Instagram, Facebook, Snapchat eða kaffistofunni, framlengja rödd Palestínumanna á svæðinu, dreifa upplýsingum áfram og láta raddir Palestínumann heyra sig víðast, vera dugleg að deila efni, það skilar árangri. Númer 3, sniðganga Ísrael og fylgja fordæmi sniðgönguhreyfinganna í Suður-Afríku, fylgja BDS-hreyfingu Palestínu og neyða Ísrael að fara eftir alþjóðalögum. Það ekkert gyðingahatur fólgið í því að neita að versla við ríki sem stundar hernám, sem stundar aðskilastefnu og arðrænir land Palestínu. Facebook síða og Instagram síða íslensku deildar sniðgönguhreyfinganna virk og deilir efni sem gott að lesa Síðast en alls ekki síst. Setja kröfur á okkar eigin þingmenn. Á morgun verður lögð fram þingsályktun að íslenska ríkið að fordæma aðgerðir Ísrael og ég legg til, nei, ég krefst þess að fyrir hönd Palestínumanna þið farið heim öll og skrifið öll bréf til þingmanna að þið krefjist að þau styðji þessa tillögu. Að náum öll að setja það mikinn þrýsting á þingmenn að þeir standi með martyrum og gegn þjóðarmorðum. Að þingmenn kjósi með tillögu tafarlaust vopnahlé, öll saman farið heim og skrifið í dag.
Ágæta fólk. Palestína hefur barist fyrir mannréttindum sínum í meira en 75 ár. Palestína hefur þurft að búa við ofbeldi, hernám, arðrand og nýlendustefnu í Ísrael í 75 ár. Palestínumenn hafa verið fangelsaðir og drepnir í 75 ár og Palestínumenn eru ekki að gefast upp. Á meðan Palestínumenn gefast ekki upp, þá gefist við ekki upp. Á meðan Palestínumenn halda áfram að berjast, þá höldum við áfram að berjast. Og á meðan Ísrael stundar þjóðernisreisar og þjóðarmorð í Palestínu, þá munum við halda áfram að berjast fyrir frjálsi Palestínu. Palestína skuldar okkur ekki neitt, en við skuldum Palestínu allt sem í okkar valdi til að berjast með þeim hlið við hlið, dreifa boðskapnum réttláta frið og frjálsir Palestínu. Takk fyrir. Það komið að lokum hjá okkur í dag. Við ætlum að enda þetta með lagi og ég ætla að fá hérna söngfélagið upp á svið, ég ætla að fá Möggustínu, ég ætla að fá systur, Ellinu Kristjáns, Eyþór, alla sem hafa verið með hérna Bjartmar, sem hafa verið að syngja hér í dag. Við ætlum að enda þetta á lagi. Enn og aftur þá vil ég minna á söfnunina sem í gangi. Þessi góðgerðarsamtök sem að Félagi Ísland-Palestína styður eru Aisha, sem eru góðgerðarsamtök á Gazasvæðinu fyrir konur og börn, PCRF, Palestinian Children Relief Fund, hjálparsamtök á Gaza sem veita börnum heilbrigðisaðstoð, og svo Not to Forget Women's Society í Jenin, hjálparsamtök sem aðstoða flóttakonur og börn í Palestínu, og Women's Study Center, samtök sem beita sér fyrir menntun kvenna í Palestínu. Ég vil líka minna á fundinn mótmælafundinn á þriðjudag klukkan 9 fyrir utan sem sagt fyrir ríkisstjórnarfundinn á Tjarnargötu klukkan 9 sem þetta á Tjarnargötu á þriðjudaginn, og á fimmtudaginn klukkan 5 þá verður fyrir utan bandaríska sendiráðið. Við sjáumst öll þar, en sláum botninn í þetta með laginu Ceasefire. Ég byrði ykkur öll það því að ég á vona því að textanum verði varpað hérna upp á vegginn. Annars þetta mjög einföld, bara svona bæn sem krefst vopnahlés strax. Ceasefire now! We breathe together. We breathe together. We breathe together, stop the occupation. We breathe together, we breathe together. We breathe together, stop the occupation. We breathe together, we breathe together. We breathe together, stop the occupation. We march together, we march together. We march together, stop the occupation. We grieve together. We grieve together. We grieve together, stop the occupation. We strike together. We strike together. We strike together, stop the occupation. Ceasefire! Ceasefire! Ceasefire!
Ceasefire, stop the occupation. Oh, ceasefire, 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 stop the occupation. Stöndum upp fyrir með þessa bæn. We breathe together, we breathe together, we breathe together. Stop the occupation. Breathe. We breathe together. We breathe together. We breathe together. Stop the occupation. We march together. We march together. We march together. Stop the occupation. We grieve together. We grieve together. We grieve together. Stop the occupation. We strike together. We strike together. We strike together. Stop the occupation. Ceasefire! 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 Stop the occupation. Ceasefire! 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 Stop the occupation. Ceasefire! 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 Stop the occupation. We breathe together. We breathe together. We breathe together. Stop the occupation. Stop the occupation. Stop the occupation. Stop the occupation. Ceasefire! No! Lifi Palestína! Frjáls Palestína! Takk fyrir komuna í dag. Sjáumst á þriðjudaginn klukkan 9 í Tjarnargötu.